Á Siglufirði eru 3 veitingastaðir í eigu Róberts Guðfinnssonar, svo gott sem á sömu þúfunni. Þetta eru staðirnir Hannesboy, Kaffi Rauðka og Sunna á Sigluhótel. Það eru 2 vinapör sem fluttu gagngert til Siglufjarðar fyrir tæpum 3 árum síðan til að sjá reksturinn á öllum þessum veitingastöðum, en hver þeirra hefur sína sérstöðu. Já, við reynum að höfða til allavega. Og eins og já, hérna á hótelinu er mikið af einmitt hótelgestum, fólk frá tjaldsvæðinu, fólk sem er svo mikið af sumarbústöðum sem eru að koma hingað og svo líka bara mikið af Siglfirðingum. Fólk sem er einmitt á brúðkaupsammali, mikið af fólki sem á ammali og einmitt það er eiginlega, já, kannski ég sagt á hverju kvöldi en mjög oft eitthvað sem á ammali eða eitthvað sem er að halda upp á brúðkaupsammali eða eitthvað svona sérstakt tilefni. Og einmitt rosalega gaman að fá fólk sem er að fagna einhverju. Og daginn einmitt eitt sem var að biðja konu sinnar og bara rosalega gaman að vera svona lítil fluga á vegg þegar það er eitthvað svona skemmtilegt. Þeir sem vilja fara fínt út að borða fara sem sagt á Sunnu, þeir sem vilja fá sér pizzu fara á Kaffi Rauðku og svo var Hannesboy breytt í vegan veitingastað og verslun í sumar. Já, við erum einmitt með bara höfum mikinn áhuga á vegan matagerð og líka spennandi að bara gera eitthvað nýtt og sérstaklega einmitt svolítið skemmtilegt að prófa það að opna vegan veitingastað á Siglufirði. En einmitt sá hópur sem við erum að höfða til er mjög ánægður með þetta framtak og einmitt allir bara mjög ánægðir með matinn og kemur manni líka vegan matagerð er búin að vera svo mikil þróun seinustu ár þannig að einmitt bara mjög skemmtilegt að fást við þetta verkefni. En nú hafið þið náttúrulega verið með alls konar áherslur þarna á Hannesboy. Er þessi vegan áhersla komin til þess að vera eða var þetta bara svona flipp í sumar? Ég held að við reynum áfram á þetta sko. Þetta er eitthvað sem að, eins og ég segi, þetta er aðkallandi fyrir heildina og það eru rosalega margir sem taka vel í þetta og þetta er skemmtilegt. Ef við leggjum mikið metna í þetta þá áttar fólk sig að þetta er gott sko. Þetta er svona, já, þetta er bara skemmtilegt verkefni til þess að leika sig með. Við erum kannski ekkert endilega að hugsa út í að vera ríka á veganstað, við erum meira að hugsa upp á að þjónusta þeim hópum sem eru að koma ykkar og það er alltaf að aukast í þessu vegan. Við erum í raun og veru ekki vegan sjálf þótt okkur finnst það gott en já, þetta er bara skemmtilegt og bætir. Sumari hefur verið gríðarlega gott á veitingastöðunum 3 en þegar haustar að þá lokar Hannesboy og Rauðka fyrir veturinn og annars konar verkefni taka við á hótelinu. Já, það er einmitt mjög mikið að gera hjá okkur á veturnar þegar skíðagöngunámskeiðin byrja og það er rosalega mikið stemming þegar námskeiðin eru. Það er boðið upp á, það er náttúrulega skíðagöngunámskeið, svo jóga, appirski, tökum á móti hópunum með ísbar, búið að moka bar út í snjónum og tónlist og einmitt mjög mikið stemming hjá þessum skíðum. Já, við erum búin að skreita hótelið pínu með svona setjum skíði og einmitt þannig að þetta verður svona skíðahótel og við erum algjörlega að reyna að fanga þá stemmingu. Skíðagöngunámskeið hótelsins hafa verið gríðarlega vinsæl og vinsældir þeirra aukast með ári hverju og færri hafa komist að en vilja. Þetta við stækka með hverju árinu, ég held að fyrsta árið þá vorum við 120 og hvort það sé komið í 700 aðeins núna. Já. Þannig að það er Það seldist upp í fyrra án þess að væri í raun og veru ein auglýsing. Það var eitthvað bara svona Facebook postur og fólk er mikið að bara einmitt bóka líka aftur. Mikið að einmitt vinahópum og svo líka bara kynnist fólk mikið þetta eru stóru hópar, 60-70 manns. Þannig einmitt skemmtilegt að kynnast nýju fólki og svo er fólk að fara í pottinn og svona mjög kósí að sitja þar. Það er kalt úti og snjókoma og þetta er svona algjör stemming. Já. Það er bara, maður þarf eiginlega að upplifa þetta til þess að átta sig á því. Þetta er bara aðkoman og allt þetta þegar búið að skafa út barinn og þetta er rosalega skemmtilegt. Og hvenær má reikna með því að þið dettið í þennan gír?
Heldur byrjum í janúar. Já, svona miðjan janúar. Og þeir sem eru heppnir, þeir lokast inn á hótel. Já, náttúrulega. Þannig að þeir verða veðteftir á Hótel Sigló, það er ekki verða. Það hefur verið freka vinsælt.